Auðs eru sjálfboðaliðasamtök sem eru rekin án allra hagnaðarsjónarmiða. Við höfum verið að senda út sjálfboðaliða og taka á móti þeim hérna á Íslandi í yfir 50 ár og markmið Auðs er að gefa ungu fólki tækifæri á að kynnast nýjum menningarheimum og einnig markmið okkar að vinna gegn fordómum. Ég var í menntaskóla og fikk svolítið leið á því ákvað að gera eitthvað annað. Langaði alltaf að fara sem skiptinemi og svo alltaf datt það eitthvað upp fyrir, var nú gömul í það. Ég fór út með Auðs sem sjálfboðaliði til Mexíkó, bjó þar í ár og var að vinna á barnaheimili með börnum 1 til 6 ára. Ég fór út sem sjálfboðaliði til Póllands 2009-2010. Ég útskrifaðist úr menntaskóla í maí 2009 og datt niður á það að fara til Póllands með Auðs sem sjálfboðaliði. Ég var í Varsjá og var að vinna hjá stofnun sem heldur utan eftirlifendur þá sem urðu fyrir barðinu á nasistum. Frænka mín hringdi í mig þennan dag og spurði mig hvort ég væri til að fara með henni og ég sagði já. Svo fórum við á fund hjá skrifstofunni Auðs, ég skoðaði engin önnur félög og bara var eina fund og svo fór ég út 4 mánuði seinna. Hafði einfaldlega bara fundið Auðs með því að googla bara hvað get ég verið að gera annað en að vinna. Og þetta prógram sem Auðs býr upp á heitir ICOI sem er utan Evrópu og það er það sem ég fór með því ég fór til Mexíkó og þá maður borgar einhverja x mikla upphæð. Svo fær maður náttúrulega, ég bjó hjá fjölskyldu og ég fekk maður náttúrulega borðið þegar ég borð þannig og svo fekk ég alltaf vasapeningi hverju viku en síðan var ég búin að safna mér alveg fullt áður þannig ég gat ferðast á hverju helgi og ég gat, ég fór til dæmis til Guatemala og Kúbu og var rosa mikið að gera eitthvað skemmtilegt Það var rosalega gaman úti, það var svo sannarlega strembið á köflum, allt annað var lygi. En það gefur þér rosalega mikið að þurfa að standa á eigin fótum. Ég heldur að græddi eiginlega lífsleikni, hluti sem er ekki hægt að kenna þér í skóla. Hvernig þú átt að haga þér í samskipti við aðra, hvernig er að búa með ókunnugum sem er eitthvað sem margir kemur til með þurfa að gera einhvern tímann á ævinni. Það að hafa farið ein fannst mér hafa verið stór plús út af því að þá upplifði ég þetta bara svona allt ein og þurfti í rauninni bara að stóla algjörlega sjálf á mig. Ég gat ekki að tala íslensku og alveg bara heyrðu hvað þýðir þetta eftir, manstu hvernig maður segir þetta á spænsku? Nei, ég þurfti bara að gera svolítið að leita upp í mín orðabók. Svo kom það bara, þannig að ég græddi náttúrulega heilmikið á því að læra spænsku. Ég græddi líka rosalega stóran vinahóp. Þú ert bara að vinna ákveðinn part af deginum, svo hefur þú restina af deginum bara fyrir þig. Nú kann ég að ferðast bara ein, get bara stóla á sjálf á mig, algjörlega. Ég er mjög góð í að leita flugum á netinu, til dæmis. Auðs reyndist mér svo vel að geta opnað þetta tækifæri fyrir mér að ég er alvarlega íhugað það að fara aftur út með þeim. Gerðu þetta, ekki halda eitthvað, nei, Ég kom mér helling óvart á þessu ári og ferðast fullt ein og eitthvað svona. Og ég komst til dæmis að því að ég er mögulega áttavilltasta manneskja í heiminum bara.